Komið þið sæl og velkomin í Hina Reykjavík, þáttinn þar sem við svona fjöllum mál sem fá ekki allt of mikið pláss í meginströms fjölmiðlum og tökum okkar vinkil á þau. Samtökin Það er von sem eru nýstofnuð sem samtök eru núna að vinna í að koma á fót áfangaheimili og margt fleira. Hingað til mín eru komin Hlynur Kristín Rúnarsson og Tinna Guðrún Barkardóttir sem ætla að segja okkur aðeins frá samtökunum Það er von og hvað þau eru að gera þessa dagana. Þegar meðferðarmálin við höfum aðeins talað um þau hérna í þættinum, en þetta er málefni sem er aldrei nógu mikið talað um því að það er ansi margt sem þarf að bæta. Hlynur, kannski ef að þú byrjar á að segja mér aðeins frá, því að þetta var nú svona sprottið af þínu frumkvæði. Getur þú sagt mér aðeins frá Það er von? Já, bara svona í fljótu bragði. Það er von stofnað 2019, samtökin, og við erum búin að halda náttúrulega úti í samfélagsmiðlum síðan 23. ágúst 2019 og okkar megin markmið til þess að byrja með var náttúrulega kannski svona að stuðla að vitundarvakningu og stuðla að því að umræðinu væri haldið á floti og kemur í kjölfar þess að ég sjálfur hef glímt við fíknisjúkdóm og er svolítið að skrifa mig frá minni lífsreynslu og kemur í kjölfar að því að móðir mín leitaði á síðu sem heitir The Addict Study, bandarísk síða sem fjallar mikið fólk sem er að ná bata og það gaf henni von á sínum tíma að geta séð aðra ná að snúa við lífinu og það var svolítið svona að það skildi hafa verið einhver síða sem gat gefið henni von á þeim tímum sem henni leið verst sem aðstandandi minn, að það var henni rosalega mikils virði og þá fór ég að spá það er ekki til ein íslensk útgáfa af þessu, þannig að ég ákvað bara að byrja að skrifa og mér lukkaðist það að ég er heppinn að vera góður í því að skrifa og það byrjaði svo bara að vinda upp á sig og í kjölfara að Facebook síðunni stofnaði svo góðgerðarsamtökin vegna þess að við vorum farin að hjálpa fólki að komast inn í meðferðir, vorum að panta gistiheimili og vorum að aðstoða fólk að komast inn í meðferðir, skutla þeim og svona, það var komin alls konar kostnaður sem ég persónulega hafði ekki efni á að vera að borga. Þannig að það endaði með því að við stofnum þessi góðgerðarsamtök og byrjum að leita styrkja hjá fólki í þeim tilgangi að geta viðhaldið þessari þjónustu sem við vorum byrjuð að veita. Svo í kjölfara því þá komumst við svolítið að því að þetta var ekki raunhæft, rekstramódelið í að hjálpa fólki og vera að borga gistinætur undir fólk, að þetta markaðurinn fyrir þessa aðstoð var gríðarlega stór og það hefði þurft að vera mjög fjársterk til þess að geta haldið úti þessari þjónustu sem við vorum í raun og veru byrjuðum á. Í kjölfara því kemur hugmynd áfangaheimili og svo líður ár, við byrjum að vinna svolítið með það og við bætum svo við okkur í stjórnina og erum heppin að fá einmitt Tinnu sem framkvæmdastjóra og bætum við okkur öðrum 6 stjórnarmeðlimum og erum 8 í stjórninni. Já, það svona í fljótu bragði. Já. Já, akkurat, ég nefnilega hef fylgst með ykkur svona næstum því frá byrjun og þetta er einmitt alveg magnað að þið eru svolítið, ég held að svona meðal annars, ykkur að þakka að það er svona mikið verið að tala meðferðarmáli núna og að fólk í fíkn sé einmitt að tala sjálft sínu eigin máli og svona. Já, okkar helsta baráttumál kannski til þess að byrja með fyrsta ári var náttúrulega það að minnka skömm og minnka fordóma og þá náttúrulega frá minni eigin lífsreynslu þá náttúrulega ég skammaðist mín mjög mikið fyrir það að vera orðinn sá einstaklingur sem ég var og ég vildi svona setja fordæmi fyrir því að menn gætu breyst og það náttúrulega, við höfum fengið gríðarlega mikla móttökur. Við erum með yfir 16.500 like á síðunni og það eru að jafnaði 30 til 40.000 klikk á síðunni á viku. Einmitt. Og þið eru einmitt að deila reynslusögum og alls konar. Já.
Logg kannski að koma yfir til þín, Tinna. Þú ert nýkjörinn framkvæmdastjóri samtakana. Já. Langar aðeins að spyrja bara út í svona þína innkomu, hvernig og þína sýn á þessi mál. Já, ég sem sagt bara eiginlega brenn fyrir þetta málefni í rauninni. Ég ekki sem sagt með fíknisjúkdóm sjálf, en hef alla tíð haft bara svona rosalega áhuga á þessu málefni. Hef unnið mikið í kringum þetta, hef unnið hjá S.A.A. til dæmis, sem er ráðgjafi, kennaramenntuð í grunninn og vinn fyrir barnavernd, bara svona, hef svo sem sagt það áður að ég skil ekki af hverju ég ekki með þennan sjúkdóm. Ég með mjög mikla tendensa svona, með allskyns svona tendensa til þess að vera með þennan sjúkdóm. Þannig að ég svona brenni eiginlega bara fyrir þennan hóp. Kem inn í þetta og ótrúlega þakklátt fyrir að vera hluti af þessum hópi í dag, sko. Við í raun og veljum Tinnu, fráfarandi velur Tinnu sem framkvæmdastjóra vegna þess að við höfum trú á því að hún hafi bæði bakgrunn, menntun, reynslu sem er líkleg til þess að koma, það von á næsta stig og við teljum svona að hún hafi það sem þarf til þess að gera þetta aðeins faglegra og svona meira svona alvöru. Já, einmitt. Já, af því að ég langaði líka að spyrja ykkur bara af því að einmitt þið hafið bæði reynslu, þú sem ráðgjafi Tinna og þú sem notandi Hlynur. Hvað er í raun og veru það sem vantar upp á þá þjónustu sem að fólk með fíknisjúkdóm er að fá frá kerfinu? Getum kannski talað í allan dag en bara ef þið getið svona sagt mér í fljótu bragði frá því. Ég Þið megið bæði tjá okkur, sko, þið getið barist orðið, sko, bara í allan dag. En geðfinsvanda er í rauninni það sem að grípur fólk eftir að klára meðferð. Það náttúrulega fullt af áfangaheimilum og allt það og sem að vinna mjög mikilvægt starf. En það sem að ég hef bara sjálf séð, til dæmis bara í minni vinnu sem bæði með fólki með fíknisjúkdóm í gegnum vinnuna mína sem fíkniráðgjafi og líka bara í gegnum barnavernd og gegnum vini mína og bara allt þetta. Maður náttúrulega mjög tengdur fólki sem veikt. Það að þú kemur út úr meðferð, kannski eftir 6 vikur eða cirka, og það einhvern veginn ekkert sem grípur þig, sem að hjálpar þér að verða aftur bara virkur samfélagsþegn. Þú hefur ekki getuna til þess að leita þér að aðstoðinni sem þú þarft, þú hefur ekki peningana, þú hefur í rauninni ekki neitt sem að leiðbeinir eða svona kannski smá sparkar í rassinn á þig til þess að gera það sem þú þarft að gera. Svona, þannig að okkar markmið, það sem okkur langar að gera að vera með svona þverfaglegt teymi sem að aðstoðar fólk að verða aftur hluti af samfélaginu. Af því ég held að vilji það allir. Já. Svo ég kannski svona byrja að skipta mér að. Það í raun og veru sko fólki vantar bara annað tækifæri. Já. Og það náttúrulega það sem að áfangaheimili mun heita, það mun heita annað tækifæri vegna þess að við trúum því að fólk sem að einarlega vill vera edrú, það getur verið edrú ef það fær annað tækifæri. Og það þá á, það þurfum við aðstoð við þegar við komum út. Það getur verið dómsmál fyrir hendi, það getur verið skuldir sem hafa hrannast upp sem að fólk ekki að borga með þær í neyslu. Það getur verið svona alls konar fjölskyldumynstur sem eru toxic. Það ákvarðanatökur varðandi það að setja sig ekki í aðstæður. Þannig að þetta svo fjölþætt og ég svona kannski miðað við mína reynslu þegar ég horfi gegnum minn hóp sem fór með mér í meðferð, þá hef ég séð, ég heppinn, ég fekk að búa heima hjá mömmu, í heilt ár og þáði það. Og þar fékk ég heilbrigt heimili og heilbriða ást og heilbriða kærleik og ég fékk aðstoð, hún hjálpaði mig við að fara í bankann og semja, hún hjálpaði mig við alls konar hluti sem að kannski voru ekkert allir sem fengu þessa aðstoð.
og þá kemur inn, þú veist, það vantar þetta stuðningsnet sem tilbúið að aðstoða á öllum þessum sviðum. Að ég meina, þú veist, eins og til dæmis ég þurfti að mæta fyrir dóm eftir ég verið edrú. Þetta gríðarlega erfitt og einstaklingur sem kannski ekkert með geggjað stuðningsnet, hann bara líklegur til þess að falla, skilur. Þannig að það þetta, þú veist, við í raun og veru viljum vera kannski með meiri svona fallvarnir, þar sem við kannski að styrkja fólk hægt og rólega, bæði inn í atvinnulífið, inn í nám, hjálpa því bæði í fjölskyldu, ef það á við, áfallavinnu, eins og hún sagði, þverfaglega aðstoð, lögfræðinga, ef það á við, skilur, við viljum geta boðið upp og í dag erum við nú þegar með virk, við erum með fullt af þjónustu sem við erum nú þegar. En þessir einstaklingar eru kannski ekki endilega með hæfni til að geta komið sér í þessa aðstoð. Og þess vegna sem við viljum vera kannski svona þessi linkur, skilur, sem að getur í raun og veru komið fólki svona meira til aðstoð og komið þeim í úrræði, þar sem að, veist, að við gætum verið með einhvers konar samningu það að þessir einstaklingar séu að fá þessa aðstoð. Oft þarf ekkert meira heldur en bara að koma þeim á staðinn í viðtalið, bara með þeim bara sem styrkur. Og það eitthvað sem ég hef til dæmis gert sjálf, bara að fara með bara stelpur sem voru til dæmis hjá mér í meðferð, fara með þeim að hitta félagsráðgjafa eða... Þannig að í raun og veru, sko, auðvitað enginn sem að hjálpar fólki að vera edrú per se, en það hægt að aðstoða fólk í því að koma þeim áfram í lífinu. Og ég held að oftast fall í raun og veru vegna þess að lífið þannig að það einhvern veginn óbærilegt. Manni líður ekki nægilega vel í sjálfinu, í líðanin bara tóm, maður þarf eitthvað til þess að fixa sig. En hvað ef lífið frábært, skilurðu, að þá eru minni líkur á því að þú þurfir eitthvað að fixa. Sérstaklega ef þú getur komist á þann stað að líða þannig að þú eigir það skilið. Því það eru líka fullt af einstaklingu sem með fá fullt aðstoð, en svo bara líður þeim óverðugir. Og ef þeim líður óverðugir, þá geta þeir fallið í framhaldi af því að þeir hafa fengið svo miklu aðstoð en líður ekki í samræmi við þá aðstoð sem þannig að þetta svo fjölþætt. Og við teljum að með mikilli aðstoð og þá persónubundri, einstaklingsmiðaðri nálgun, að þá sé hægt að hjálpa miklu fleiri einstaklingum að ná miklu lengri tímum edrú. Og það í raun og veru kannski svona í heildina litið miklu ódýrara fyrir samfélagið. Og þar kemur inn, ein meðferð hjá SÁÁ ein afveiturinn 457.000 krónur. Bara 10 dagar. Svo eftir að reikna eftirmeðferðina og svo allt tjónið sem verður samfélagslega. Og ég meina, við vitum að það eru fullt af mæðrum og aðstandendum sem geta ekki unnið vegna ótta og kvíða, vegna þess að barnið þeirra einhvers staðar í heljarþröm að berjast fyrir lífi sínu. Og allir þessi litlu hlutir, þá sjáum við það, ef að fólk gæti stóla á það að fá þessa þjónustu, það vissa barninu sínu einhvers staðar safe inn á heimili þar sem kærleikur og umburðarlyndi og aðstoða einstaklingsmiðað, að þá myndi það benefit ekki bara fyrir einstaklingin heldur allt samfélagið. Algjörlega. Mér langaði aðeins að spyrja bara hvernig staðan hjá ykkur núna á, að koma upp þessu áfangaheimili, annað tækifæri og svona heyra aðeins hvernig starfið núna. Ef þið getið sagt frá því. Já. Leyndó. Bara hægt að tala. Ja, sko, staðan í dag náttúrulega svo að við erum í uppbyggingu á því að fjármagna áfangaheimilið. Við erum að sjálfsögðu með mörg verkefni sem við erum að gera. Við erum að halda út í samfélagsmiðlum sem náttúrulega eitt af þessum markmiðum okkar, það að berjast gegn fordómum og skömm. Það rosa mikið unnið á samfélagsmiðlunum. Þannig að sú vinna alltaf til staðar og við svörum fólki bara nánast alltaf innan klukkutíma, 2 klukkutíma. Ef fólk sendir okkur skilaboð, þá erum við að svara. Við erum að vera til staðar og þá jafnvel leiðbeina fólki ef það eitthvað sem við getum leiðbeint með eða bent fólki hvert það getur leitað ef við getum ekki leiðbeint.
Ofan á það þá erum við að skutla fólki í meðferð. Það er alltaf hægt að panta það í gegnum heimasíðuna eða gegnum Facebook síðuna eða einhvers staðar annars staðar þar sem hægt er að ná í okkur. Svo erum við með mörg járn í eldinum hvað varðar svona verkefni sem við eigum eftir að koma út í dagsljósi með. En svo er stefnan áfangaheimili verði komið á fót fyrir lok 2021. Það er svona the grand, við leggjum upp með það að þetta verði komið af stað og byrja að taka á móti skjólstæðingum fyrir lok 2021, sem er mjög metnaðarfullt markmið. Sannarlega. Vildir þú koma, Laufey? Ég ætlaði bara aðlega, hvað eru þið með áætlað að taka á móti mörgum? Eru þið með einhverja uppsetningu á hvað, já, þið er búin að ákveða hvað verða mörg pláss á þessu áfangaheimili? Sko við erum að bara leita okkur á húsnæði. Já. Og við ætlum að byrja að vera bara með karlmenn. Og aldrei undir 10. Sko, þetta er alltaf spurningum bara hvað gerist núna á næstkomandi hálfa ári. Ef að við náum samningum við Reykjavík, ef við náum samningum styrki það að fá þessu frá að prófa þessa aðferð. Þetta á sér fyrirmynd í Skandinavíu. Þessi hugmynd er nú þegar unnin svona annars staðar. Við eigum eftir að setjast niður með fólkinu í Reykjavíkurborg og á öllum öðrum stöðum. En við viljum svona kannski meira klára svona forvinnuna almennlega áður en við byrjum að reyna að semja eitthvað. En markmiðið er náttúrulega, sko, við söfnum til dæmis fyrir húsgögnum til þess að eiga það inni á reikning til þess að geta keypt húsgögn þegar að því kemur. Og þá miðum við að því að vera með 10 til 20 herbergi. Þannig að söfnunin gekk að því að reyna að geta húsgagnað upp 10 til 20 herbergi. Já, frábært. Mér langaði að spyrja, þú nefndir þarna að það væri verið að vinna eftir þessu í Svíþjóð eða annars staðar og er þetta eitthvað svona hugmyndafræði sem maður getur kannski lesið og forvitnast eitthvað staðar? Eða er þetta bara svona eitthvað módel sem maður hafa verið að vinna með? Já, þetta er, ég veit ekki hvað módel heitir, en þetta er notað, ég veit sko til þess að þetta er notað í Noregi og Svíþjóð og í Bandaríkjunum og ég man ekki hvað það heitir, en þetta er unnið að því að fólk, það er oftast áfangaheimili og svo vinnustaður, virkniúrræði, þar sem einstaklingar geta fengið einhvers konar starfsþjálfun eða menntun eða eitthvað, allt í einum pakka, þar sem að einstaklingar eru kannski meira verndaðir, að mæta í grúppur yfir daginn, skilurðu, og svo vinnuálagsniðið eftir einstaklingsgetu. Og það er svona stærri hugmyndin svo að reyna að ná samningum við einhver fyrirtæki sem væru til í að einstaklingsmiða vinnu álag og þá væri það fyrirtæki sem að gæfu annað tækifæri og væri þá að ráða til sín einstaklinga sem að geta þá fengið smá séns á að byggja upp vinnuþol og vinnugetu og hæfni. Og þannig að stærri hugmyndin risastór en já, það er maður þarf að hugsa stórt en maður þarf að byrja að vinna skref fyrir skref og Ég held kannski vandamálið er kannski að þetta er ekki svona quick fix eins og er auðveldara að selja sko. Til lengri tíma í okkar huga þetta ódýrara en þetta er náttúrulega dýrt svona í upphafi sko. Þetta er dýrt setupið er dýrt og við erum að hugsa þetta til langs tíma sko. Og náttúrulega langvarandi bati skilar fólki náttúrulega öllum í kringum miklu meira og ég einhvern veginn trúi því að það sé miklu ódýrara að fjárfesta í fólki og þar má til dæmis nefna portúgalsku leiðina. Portúgalska leiðin snýr ekki bara að afglæpavæðingu, hún snýrist að því að fjárfesta í fólkinu sem var að misnota þessi efni og snýrist að því að fjárfesta í því, gefa þessum einstaklingum lán, gefa þessum einstaklingum einhvað til að lifa fyrir, einhver tilgang og fá að tilheyra samfélaginu
þannig að þetta var svo miklu stærra heldur en afglæpavæðing, eins og Ísland hefur svolítið farið út í það að taka afglæpavæðinguna og portúgalsku leiðina. Portúgalska leiðin var miklu stærri breyting heldur en bara afglæpavæðing. Og þetta í anda þess. Það að gefa fólki tilgang og að láta það tilheyra og að það sé ekki bara að gera ekki neitt, að bíða eftir næsta 12-sporafundi og á milli funda þá situr það bara upp með sjálft sig algjörlega vonlaust og tilgangslaust líf, skilur, og það sem það tilheyrir ekki nema bara fjársjúku samfélagi. Þannig að það færi raun og veru ekkert að koma inn í eðlilega samfélagið nema bara á einhverjum x tímapunkti þegar það búið að sanna sig og sanna sig. Það gleymist oft í umræðinni portúgalsku leiðina að þeir settu ótrúlega mikið fjármagn sem hefði annars farið í fangelsisvistir og ýmislegt í einmitt meðferðarúrræði og ótrúlega flotta hluti, ótrúlega flotta fylgjast með. Og meina þar var lykilmarkmið var að gefa þeim nýsköpunar tækifæri til þess að fara í eiginrekstur til dæmis, tækifæri til þess, og ég meina það voru lán sem að þeir fengu svo að endanum endurgreitt ef það fór vel, skilur, ég meina worst case, skilur, þá fór þessi peningur í það að þeir reyndu þó og lærðu eitthvað og höfðu einhver tilgang og voru að reyna að skapa eitthvað fyrir samfélagi versus það að vera einhvers staðar í fangelsi að borða mat, skilur, og horfa á vegginn. Ég langaði einmitt svolítið að koma inn á það kannski, hvernig til dæmis landslagið núna, þú veist, þegar fólk kemur úr meðferð og kannski einmitt á ekki pening, ekki með vinnu eða aðgang að því að fara aftur í vinnu, hvað það sem tekur við einstaklingum í dag þegar það kemur úr meðferð? Fólk getur náttúrulega farið á áfangaheimili. Það náttúrulega, gera það náttúrulega allir, eðlilega. En annars bara sorgleg staðreynd og það bara ekkert mjög mikið sem tekur við, sko. Og þarna kemur náttúrulega alltaf rosalega mikið inn. Oft á tíðum þetta einstaklingar sem eru kannski búnir að missa hæfni, missa getu, hafa kannski ekkert endilega mikla getu til þess að sinna jafnvel vinnu, þótt að henni myndi, eða væri til boða vinna, þá ekkert víst að einstaklingurinn geti sinnt batanum sínum og verið í full-time job. Það svona gleymist stundum að oft á tíðum, ekki alltaf, en oft á tíðum eru einstaklingar ekki komnir með fulla getu eftir 6 vikur. Eftir 6 vikur þá ertu bara rétt að, það tekur eins og fyrir mig, ég sagði við sjálf mig, ég þarf bara að gefa mér ár, skilur, ég þarf að gefa mér ár þar sem ég bara rólegur en að vinna í sjálfu mér. Samhliða því hef ég svo stofnað góðgerðarsamtök, samhliða því hef ég svo farið í háskólanám, en það vegna þess að ég fékk tækifæri. Ég fékk tækifæri til að vera heima, ég fékk tækifæri til að fá ást, kærleika, aðstoð við að gera upp mín mál, ég fékk aðstoð, í hvert skipti sem eitthvað kom þá hafði ég stuðningsnet, ég umkringdi með fólki sem að gat ráðlagt mér, sem að var eitthvað viti, þetta svo fullt af þetta svo samþætt, svo margir hlutir, en margir hverjir af mínum vinum sem komu út úr meðferð, hafa bara ekkert að gera. Ég meina, og þeir jafnvel ekki, hafa kannski ekki einu svona áhugamál, þeir vita ekkert hvað þeir eiga að gera við sjálfa sig, enda fallprósentan bara 90%. Eðlilega ferðu það bara leita í það sem þú kannt, skilur, það bara mjög eðlilegt. Einmitt. Hef nefnilega, það sem að ég hef heyrt í kringum mig allavega líka að það oft sem kerfið bendir svolítið á hvort annað. Það þú leitar til þjónustumiðstöðvar, þeir benda á SÁA bendir á þjónustumiðstöðvarnar. Þannig að... Já, það sem að eitt af því sem að okkur datt í hug með þetta, að eins og til dæmis, það ekkert allir sem vita það að félagsmálaþjónustan býður upp á að niðurgreiða sálfræðikostnað. Þeir bjóðu upp á það, skilurðu, en hversu margir hafa vita á því að fara þangað, sækja og gera það, skilurðu. En þarna, ef þeir nú þegar niðurgreiða þetta, þá myndi það gefa auga leið að við myndum þá reyna að vera með þá þjónustu í gegnum okkar áfangaheimili að geta aðstoða einstaklinga við þetta ferli að fá þetta niðurgreitt og svo benda þeim á hvar þeir geta fengið þá þjónustu.
En þetta alltaf þessi hæfni til þess að sækja sér þessa aðstoð svo breytileg. Sumir koma út meðferð og geta bara gert þetta sjálfur, ekkert mál, og svo bara taka þér bara mörg ár edrú og ekkert vesen. Það samt bara ekkert raunin allra, bara því miður mjög fá prósenta. Já, akkurat. Það sem að ég hef líka heyrt og orðið vör við að það eins og fólk sem kemur úr meðferð sé ekki alveg viðurkennt sem það á til að passa ekki í ýmsa kassa eins og það ekki að til dæmis fara í prógram hjá virk endilega nema fólk einmitt hafi verið á vinnumarkaði nýlega og geti einhvern veginn unnið í gegnum það og þannig að það ekkert hlaupið að því að komast í endurhæfingu og svo einmitt líka geðbatterið, það ekkert sem að fólk með fíknivanda til dæmis passar oft ekki inn í þar heldur. Þetta ekki bara svolítið stórt gat í kerfinu þarna, eða hvernig? Jú, það í raun og veru þess vegna sem við erum í raun og veru að setja upp sem svona heildstætt kerfi, og sér það, við erum alveg til í að deila því, við erum alveg til í að segja frá þessu, að því að ef einhver annar gerir þetta, þá það bara frábært, skilur við. En okkar markmið að við munum gera þetta og vonandi munum fleiri bjóða upp á að reyna að búa til heildstæðari úrræði fyrir þá sem með fíknisjúkdóm. Af því eins og staðan í dag, það kerfin ekki að vinna saman. Það bara þannig. Ég meina, þú þarft að vera edrú allavega 3 mánuði til þess að koma stað hjá virk. Það staðan í dag. Okay. Já. Og það voru 6 mánuðir, 3 mánuðir þá allavega skárra. Já, ok. Já. Ef þú ferð á geðdeild, þá þið bara sagt að fara upp á Vog út af því að þú ert ekki með geðsjúkdóm, þú ert bara fíkill. Skilur við? Þetta svona niðrandi svolítið í mínum huga. Svo kannski ætlar ég að ferð meðferð en þá ertu geðsjúklingur. Og þá ertu sendur bara á geðdeild. Og þetta ekki í mínum huga, og ég get náttúrulega bara að tala fyrir mig, að mér finnst þetta ekki í lagi. Og fólk má alveg vera ósammála mér og það allt í góðu. En ég segi bara það sem mér finnst og svona ég. Mér finnst þetta ekki í lagi. Nei, einmitt. Ég held að engum okkar finnist þetta í lagi. Það já. Sko, ef ég á að taka þetta allan leið, svona upp á það, ef við erum að fara að setja út á hluti, hvernig hlutir eru gerðir, það alltaf klikkun að það sé í höndum einkafélags eða almenns félags að sinna sjúkrahúsþjónustu við fólki með fíknisjúkdóma. Það alltaf klikkun. Af hverju þetta ekki alveg eins og allir hinir sjúkdómar sem eru trítaðir af hverju ríkisbatteríinu. Það ótrúlegt að þetta sé í höndum einhvers annars heldur en viðurkenndu stofnun ríkisins. Og það alltaf bara út af fyrir sig. Ég meina, ef við ætlum að fara út í það, ég meina, hver eru hagsmunir þeirra að allir nái langvarandi bata? Ég meina, gefur sér svolítið sjálft að ef það væri náttúrulega þeirra mission statement, að þá náttúrulega væri þeir náttúrulega ekki með negin viðskipti eftir einhvern x tíma, skiljur, af því endurkomutíðinni það há og það náttúrulega það sem framfleytir þessum business. Þannig að ef við ætlum bara að vera ógeðslega heiðarleg og segja bara hlutin eins og þeir eru, að þá náttúrulega gefur auga leið að ef hagsmunir félags sem sér sjúkrahús innlagnir hjá einstaklingum þrífst á því að fólk komi aftur, að þá náttúrulega eðlilega setjum við spurningamerki við það. Já. Á sama tíma vitum við alveg að fólki sem þar gerir sitt besta og vill að sjálfsögja fólki batni, sko. Að sjálfsögja, en þetta ekkert útássetning út á starfsemina, sko. Það ekki það að starfsemin per se sé eitthvað slæm. Ég veit að fólk, ég meina, þeir björguðu mínu lífi og ég fekk meðferð hjá SMA og það bara frábært. En svona til hliðsjónar af því ef við spáum í því af hverju fær fíknisjúkdómar ekki sömu viðurkenningu innan ríkisbatterísins eins og allra hinna. Ég meina, þú ferð ekki til áhugamannafélags krabbameinslækninga til þess að fá lyfjameðferð. Nei. Maður getur bara sett í samhengi, ég fékk heilablóðfall og ég fór ekki til neins áhugamanns það sko. En þetta svona, það ekki til að lasta starfsemi SÁÁ eða neins annara. Það bara það að ríkið í sjálfu sér gefur ekki út sömu viðurkenningu á þessum sjúkdómi og það bara eins og ef þú ferð upp á fíknigeðdeild, þar eru hversu mörg rúm, og þau eru alltaf full. Og þegar fólk kemur, það í sjálfsvíkshættu, skilur, og þau bara að gefa einhver pilla og sagt að koma aftur seinna,
einmitt. Hérna ekki, það náttúrulega alltaf langur biðlisti til dæmis að komast bara í afvötnun á Vogi. Vitið þið eitthvað hvernig staðan á þeim lista núna? Ég veit ekki hvernig hann í dag, en þú veist, allt síðastliðið árið hefur það verið 3 til 6, 8 mánuðir. Og núna náttúrulega getur þetta verið með fullt hús út af COVID. Já, akkurat. Hérna þú veist, hvernig þetta? Af því að nú eru þið aðstoða fólk sem að til dæmis að bíða eftir innlögn og svo framvegis og aðstandendum líka. Hvernig einmitt að því að þegar þeir eru sagt að bíða í 3 til 6 mánuði, þú veist, hvað gerist á þessum 3 til 6 mánuðum? Bara allur skalinn, sko. Þú veist, þú veist, við getum verið að eiga samtöl við mæður eða feður sem eru að hafa áhyggjur af börnunum sínum, skilur, þeir eru búin að gefast upp, vilja ekki meir, vilja fá meðferð, pöntun inn á meðferð og svo bara tekur biðin við og svo bara happa glappa hvort að innlagnardagur sé dagur þar sem að þetta á ennþá við. Það verðist vera að vera, þú veist. En ég veit samt að til dæmis eins og S.A.A. þeir eru að vinna appi núna sem að eitthvað til þess að hjálpa fólki og fyrir innkomu inn á Vog. Þannig að þú veist, þeir eru í raun og veru að gera margt í sínu valdi sem að ætti að auðvelda þennan tíma. Já. Þeir gera sér grein fyrir að þetta náttúrulega, fólk að deyja á biðlistanum. Og þú veist, það sorglega staðreyndin svo að það fólk að deyja á biðlistanum. Fólk sem vill vera edrú á einhverjum tímapunkti, panta sér inn á Vog, þú veist, ég meina það skuldbatt sig þó allan til þess að hringja og fá tíma. Og svo það moment, það hugar ástand sem þegar það pantar, það kannski búið að koma svo 20 sinnum aftur og farið aftur, skilur. Þannig að mér finnst að það ætti náttúrulega bara eins og þegar var með handleggsbrot, skilur, en af því við getum mælt það, við getum séð það, við getum myndað það, þá getum við sannað það og þar af leiðandi einhvern veginn ekki hægt að bakka burt frá því. Þú veist, þú lappar inn á bráðamóttöku með brotið bein og skilur, þú settur í gifs, þú veist. Líður kannski alveg 8 tíma, skilur, og það alveg leiðilegt og allt það. En þú færð umönnun og þú ert trýtaður. En þegar þú kemur og veist, þú ert alveg út úr kortinu og þú ert að skemma lífið þitt á öllum sviðum, þú ert að beita fólki andlegu og líkamlegu ofbeldi, þú ert í geðrofi, hugrofi eða einhverju, skilur. Og þá bara svona, sjáumst eftir hálft ár. Sjáumst eftir hálft ár, við erum bara, þú veist, í miður bara uppbókuð. Þetta geggjum, sko. Já. Danni. Ekki líka lengri biðlisti eftir því sem þú hefur oftar komið? Maður hefur nú heyrt það líka, sko. Einmitt fólki sem þarf jafnvel mest á aðstöðun að halda sé að þurfa að bíða lengur. Já, þeir eru settir í forgang sem að koma í fyrsta skipti. Það í raun og veru eina sem ég veit, ég held að það sé ekki neitt annað en það. Ég held að það sé svona eina, ef þú ert að koma í fyrsta skipti þá ert í forgang. Já. Sem að þannig séð alveg eðlilegt út af fyrir sig en setur náttúrulega hina sem að, þurfa að koma aftur og aftur í mjög slæma stöðu. En það alltaf þetta með, sko, þeir sem eru búin að koma aftur og aftur, væri ekki, þess vegna eins og annað tækifæri, væri ekki, þú veist, þurfa þessir einstaklingar ekki bara lengri utanumhald, lengri tíma svo það sé ekki að koma aftur og aftur. Þú veist, þá í raun og veru lengri vinnutími í einstaklingnum en ætti þá að hindra það að hann sé að koma alltaf aftur og aftur. Ég veit einstaklingar sem hafa komið 3 á einu ári, 3 og 4 á einu ári og svo eru kannski komið með meðferðarleiða af því þá það bara búið að vera meir og minna bara mörgum mánuðina í meðferð, kemur út, dettur í það og fer svo aftur inn, skilur. Já, einmitt. Mér langaði líka kannski aðeins að koma inn á svona efnahagsvinkilinn af því að fólk sem að kemur ekki til dæmis frá fjársterkum heimilum og hefur ekki verið í góðri vinnu eða þú veist bara fátækt einfaldlega. Nú eru mikið svona leyndan kostnað inn í öllu kerfinu. Það til dæmis eftirmeðferð kostar eitthvað og svo framvegis. Hvernig þetta að hafa áhrif á fólk í slæmri stöðu? Sko,
ég veit það ekki. Ég held að þetta sé nú ekki svona, sko, oftast ekki til fyrirstöðu. Þetta ekki það há upphæð. Þetta oft samt, jú. Eða þú veist, sko, þetta einhver kannski 75 skall eða eitthvað. Já. Það sem kostar að fara eftir með þær. Sem sagt bara, sumi vinnustæðir borga þetta fyrir þá sem að vinna hjá þeim. Það var þannig allavega að félög borga þetta fyrir fólk ef að til dæmis segjum bara sem svo að barnavernd fór fram á að einhver foreldri fór í meðferð, þá borga þeir fyrir það. En svo ég heyra bara núna fyrir svona viku að það var allavega einhverjum bæjarfélögum, það var sem sagt félög hægt að borga þetta. Af því að það var orðið sem sagt heilbrigðisvandamál en ekki lengur félagslegt vandamál. Okay. Er það nýtilkomið þá eða? Já, þá þetta svona bara sjúkdómur sem bara þar í kerfinu sem þar í sinni, sko. Já. Getur verið mjög slæmt ef að sumar deildir ætla að flokka þetta sem heilbrigðisvanda og aðrir sem félagsvanda og fólk fái svo ekki aðstoð neins staðar. Það hræðilegt, já. Einmitt. Þetta gæti líka verið eitthvað misjafnt eftir sveitarfélögum. Já. Já. Það ég held að mér skilst að Reykjavíkurborg hafi stundum gefið fólki styrk eða sem hluti af fjárhags aðstoð þá. Já, og ég veit alveg fleiri sko, sem hafa greitt þetta sko. Já, Danni, þú varst Já, ég nú hef ég setið fundi í velferðaráði og öðru í Reykjavík og og það rosa erfitt að ræða þetta inn í Reykjavík úr batteríun öllu að því að það alltaf þessi hugmynd að sveitarfélögin eigi ekki að sinna læknisþjónustu, heilbrigðisþjónustu og þannig að það rosalega erfitt að fá eitthvað svona almennilegt samtal í gang. Auðvitað eru allir flestir að vilja gerðir og vilja veita sem besta þjónustu en þú veist það eins og við vorum einhvern tímann að ræða að auka styrki til SÁA og annað þá segir Reykjavík bara nei, við sinnum ekki heilbrigðisþjónustu. En þetta kemur inn, þetta nefnilega svo klikkað að það sem að í raun og veru, mér finnst einhvern veginn að það sé ekki hægt að skilgreina þetta sem læknisþjónustu per se, eða það náttúrulega, en samkvæmt sko, þetta ekki eitthvað sem hún færði niður í Fossvog, skilur, þetta ekki ríkisbatteri, skilur, sem að væri þá að öllu líkindum ef þetta á að flokka sem heilbrigðismál sem þetta skilur, þá ættir þá líka að fá meðhöndlun innan ríkisbatterísins. Já, einmitt. Já. En já, en eins og ég segi, þið eru þið eru að standa fyrir söfnun núna, það ekki, fyrir já, ég sé það inn á síðan ykkar. Sko, við erum að gera tvennt. Við erum bæði að safna fyrir áfenginu. Svo erum við líka að safna fyrir jólagjöfum fyrir fólk sem búsett á áfangaheimilum yfir jólin. Og þannig að við erum með tvær safnir í gangi og svo seinni svona pælingi svona eins og jól í skókassa eins og KFMK hefur gert þannig fyrirkomulag en heitir Gefðu vonum jólin og þá erum við að safna fyrir því að geta gefið einstaklingur sem búsettir á áfangaheimilum jólapakka. Já, einmitt. Og fólk getur nálgast þetta á síðunni, það von, já, á Facebook. Já, einmitt. Þá held ég að við séum bara orðin nokkuð góð að sinni, nema að sé eitthvað annað sem að þið viljið koma framfæri. Kannski bara endi þetta á að svo að sé hafið yfir allan vafa. Við erum ekki í samkeppni við SÁÁ, við erum ekki að setja út á SÁÁ og okkar, það sem ég á við með því sem ég sagði þarna áðan hreinlega það að frá ríkinu séð að það sé fáránlegt að þetta sé ekki gert, meðhöndlað innan stofnana ríkisins. Það ekki til þess að lasta þá vinnu sem unnin af almennum félögum á markaðinum í dag. Því að sú vinna náttúrulega það sem heldur þessu fólki lifandi, það sem að ríkið ekki að því.
Þannig að alls ekki til að lasta neitt, en auðvitað setjum að spurningamerki við af hverju þetta ekki innan handar ríkisins. Já, ég held að séum alveg sammála það og ég held einmitt rekið mig á það líka að fólk tekur þetta oft sem gagnrýni á þá sem eru að gera sitt besta sem það alls ekki. Algjörlega. En það vantar meira og ég veit að það það sem þið eru að reyna stoppa í göt í systemi. Okkar náttúrulega að breyta lífum og breyta því til þess betra, gefa fólki von, eyða fordómum og skömm. Já, nákvæmlega. Við bara hvetjum alla til þess að kíkja á síðan ykkar og taka þátt í umræðinu og leggja sitt af mörkum ef þeir mögulega geta. Bara Tinna og Hlynur, takk innilega fyrir komuna og takk Danni fyrir samveruna. Við kveðjum úr hinni Reykjavík að sinni, en við verðum aftur á föstudaginn. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Takk.